Komið sælar blessaðar kæru meyjur, spilin ykkar komin á borðið til að flýta fyrir og það er ekki eftir neinu að bíða. Skulum bara demba okkur í þetta, sjá hvað kemur hér fyrir ykkur. Það fyrsta sem ég sé kæra meyja, það er að hér er verið að vinna að einhverju. Það er svolítið verið að strita, sitja fram á kvöld, sitja fram á nótt. Það getur verið í eiginlegri merkingu en þetta getur líka þýtt það að þú ert að leggja rosalega hart að þér að vinna að einhverju ákveðnu málefni. Og það málefni, meyja mín góð, sýnist mér að tengist sambandi eða bara ástinni í þínu lífi. Ef til vill ertu að bíða eftir því að eitthvað gerist á þeim vettvangi eða þú ert að leggja hart að þér að vinna í einhverju sambandi við aðra manneskju þar sem hlutirnir hafa kannski ekki gengið vel eða gengið hægt. Því að það er líka hérna þessi orka að hlutir taki tíma og geti teikst í það óendanlega að þér finnst. En þú ert á réttri leið, kæra meyja, þannig að haltu ótrauð áfram. Mundu nú samt að líta upp úr vinnuhamnum og ekki gleyma að hafa gaman líka. Ástin á ekki að vera hörð og mikil vinna. Ástin á að flæða, hún á að gerast sjálfkrafa að mínu mati. Auðvitað þarf að vinna í samböndum og ýmsum málum sem koma upp. En þú átt ekki að þurfa að vinna þig til húðar varðandi það að halda í eitthvað samband. Tíminn sem að spilin tala hér getur verið frá nokkrum mánuðum og allt upp í 2 ár. Hvort sem að það er tíminn þangað til að þessi ósk þín verður að veruleika eða hvort að þetta er tíminn sem þú hefur verið í einhverju sambandi. En allavega munu hlutirnir breytast eftir þennan tíma. Ef þú varst að vonast til þess að það yrði fyrr, þá verði ég að hryggja mig því, kæra meyja, að allavega spilin sýna það ekki. Hins vegar getur ástarsamband verið alls konar og þetta getur þýtt að það sé ákveðnu tímabili sem að lýkur eftir 1 til 2 ár að þá munu hlutirnir breytast. Þetta getur líka þýtt að þú berir kærleik í brjóstið þér til einhvers en það verði ekki að veruleika fyrir en eftir ákveðin tíma. Ekki láta hugfallast, kæra meyja, því að spilin sem að koma hér eru afskaplega jákvæð, svo ekki sé meira sagt. Þú ert að fá hérna til þín bæði gjafir, uppfylltar óskir, heppni, vellíðan og þá næringu sem þú þarft. Og það er bara eins og himnarnir séu að opnast fyrir þér til að gefa þér það sem þú hefur beðið um. Sem að segja mér að þú ert búin að vinna vel fyrir hlutunum og engin ástæða til annars en að ætla að þetta komi til þín það sem að þú væntir. Stundum er það þannig að við fáum ekki endilega það sem við viljum, heldur það sem við þurfum. Ég veit að þetta hljómar ekki rosalega skemmtilega en þannig er lífið bara.
Ég dálítið hrædd kæra Meyja, að þú sért ef til vill í einhverjum hugleiðingum varðandi það að gefast upp. Mér finnst vera óþolinmæði í þér og þú ert tilbúin að snúa baki við ákveðnum hlutum en ert ekki alveg vissum hvað kemur í staðinn. Hér heyrist í flugvél fyrir utan gluggann, ég vona það trufli ekki. Þetta getur líka verið hin manneskjan í þínu lífi því að spilin tala hérna 2 einstaklinga. Það getur verið að hin manneskjan í þínu lífi sé að yfirgefa ákveðin kafla hjá sér og það sé að verða kaflaskipti þar. Það er allavega einhver hérna sem er tilbúin að róa á betri mið í þeirri vonum að hamingjan finnist þar. Það geti verið gamalt samband sem er búið að renna sitt skeið en þá eftir að svona binda lokahnykkin á að klára það. En mér sýnist þú hafa miklar áhyggjur af þessu kæra Meyja og það er svo sem alveg í þínu eðli, dálítið ríkt að hafa áhyggjur. Hugurinn er dálítið yfirþyrmandi hérna í þessu spili og þú ert jafnvel að upplifa kvíða eða svefnlausa nætur eða erfiða líðan. En leið og þetta skref er tekið, þá verður mikil umbreyting varðandi þín mál. Þannig að hertu upp hugann kæra Meyja og gefstu ekki upp of snemma því að oft er það þegar við erum við að gefast upp þá eru hlutirnir að fara að leysast. Það er mikil umbreyting framundan í þínu lífi og mér sýnist hún bæði vera efnisleg og tilfinningaleg. Þannig að það getur alveg fylgst að það allt í þínu nánasta umhverfi er að breytast, jafnvel þú sjálf, kæra Meyja, líkamlega. Geti verið að fara inn í betri heilsu og eitthvað slíkt og losa þig við eitthvað sem að virkar ekki lengur fyrir þig. En dauðaspilinu hérna fylgir alltaf ákveðin hreinsun. Þannig að þessi umbreyting hefur líka í för með sér hreinsun að þú setir gamla hluti til hliðar og takir á móti nýjum hlutum. Við erum ekki alveg hætt. Hér færðu spil sem heitir friður. Ok. Þetta er svolítið tengt umbreytingunni sem ég var að tala Þegar umbreytingin er gengin garð, þá myndu öðlast frið, jafnvel frið sem þú hefur ekki þekkt áður. Þetta spil talar tengingar, bæði tengingar milli fólks og þínar eigin tengingar, andlegar tengingar og mikið og gott jafnvægi. Líka er verið að tala hérna hreinsun. Og þið sjáu hvernig líkaminn er sýndur hérna nakin og opinber í þessum fallegu litum orkustöðvana. Mér sýnist þú vera að fara að öðlast mun betra jafnvægi, kæra Meyja, heldur en þú hefur nokkuð tímann haft áður og þetta vil ég tengja við líkama og sál. Það getur verið ákveðið ferðalag, það er líka verið að tala hérna eiginlegt ferðalag sem að partur af þessari breytingu. Kannski ákveður að taka eitthvað tilboð eða einhvern séns að skreppa í ferðalag og opna hugaðinn fyrir nýjum hlutum. Hvað sem það kæra Meyja, þá allavega, þá ertu réttri leið eins og ég sagði áðan,
Ljósið er hérna við enda leiðarinnar fyrir þig. Þú ert að fara að ganga inn í bjart og fallegt breytingatímabil. Svo færðu hérna einn engil kæra meyja að lokum og hann hoppar hérna út úr stokknum og það er sami engill og ljónið held ég fékk. Mér skjallast ekki, ljónið eða krabbinn. Þarna er verið að tala um vorið. Það geti verið næsta vor. Þetta geti verið orka vorsins þar sem allt er nýtt og ferskt og hlutirnir er að springa út. Þannig geti þú verið að springa út, kæra meyja. Og vororkan er besta orkan til að fara inn í nýtt upphaf með. Þá ætla ég að láta þar við sitja, kæra meyja. Ég vona að finnir eitthvað sem höfðar til þín í þessum lestri. Ef þú vilt fá persónulegan lestur bara fyrir þig, þá er minnsta máli að hafa samband við mig í Messenger í gegnum Facebook síðuna Ljós og Kærleikur.